Við ætlum að kíkja í heimsókn á saumastofu Þjóðleikhússins og þar María Ólafsdóttir, búningahönnuður, að gera búninga á samt frábæru fólki sem að vinnur hér. Kíkjum inn. Ég að vinna við að hanna búningana fyrir Kardamombæinn og það ótrúlega skemmtilegt. Þá þarf maður náttúrulega svolítið að skoða fyrst handritið og söguna og svona ímynda sér karakterana og það sem heitir Kardamombæinn, þekkjum við það öll. Við höfum öll alist upp við þetta frá blautu barnsbeini. Við ákváðum að fara svolítið öðruvísi leið í ár. Við erum með svolítið búið að skipta hlutverkum kalla og kvenna. Kannski get ég sýnt ykkur hvernig Lolla verður. Endilega. Hún leikur bakarann og ég hannaði bakarann svona. Og það ástæða fyrir því af hverju ég gerði hana svona. Af því hún hefur venjulega verið karlmaður og þá fannst mér tilvalið að þetta væri svona kvenréttindakona. Og þá fannst mér svolítið skemmtilegt að hún færi þá bara aftur í árið 1910 í svona suffragette. Og ég leitaði að gamle myndum að svoleiðis konum og þá voru þær í svona einhverjum svundum með svona einhverjum slagorðum á. Og svo ákvað ég að skrifa þetta kökurokka. Af því að það er svo flott samtök á Íslandi sem heita stelpurokka. Svo erum við hérna með apana. Þetta eru litlu abanir sem verða í dýrabúðinni. Og mér fannst að þeir ættu að virka svona svolítið eins og að vera svona endurnýta, alls konar drasl og dót. Og þá bjó ég til þetta munstur hérna með bara myndum af netinu af alls konar umbúðum. Svo erum við búin að vera að mála strá og búa til svona flott strápils. Og þannig að það verður svona mikið svona gleði í hérna hreyfingunum hjá aupan. Og það er að verða með mjög flotta grímur líka sem ég get sýnt ykkur seinna. Ég er að undirbúa asnabúninginn. Hann er eins og blanda sko af þessum og þessum. Mér finnst þessi ekki nógu litglæður og svo er þessi víst aðeins of litglæður. Og svo er hausinn, hann er nefnilega skemmtilegur. Hann er búinn til úr pappa. Já, ok. Hann er gerður úr pappa og svo skárum við bara hérna úr og það var brotið hérna svona svolítið eins og maður læra að teikna haus á asnaða hesti. Og svo er gresja sett utan á með trélími og svo fannst mér eins og það þyrfti að vera einhver svona textjör og þá ákvað hann að setja svona fræ út allt. Elska við leikhúsið að maður er alltaf að fá alls konar búninga og skipta föt. En stundum vildi ég óska þess að maður geti bara smellt fingrunum og þá var maður bara komin í ný föt. Það er björn. Wow! Í næsta þætti ætlum við að kynnast nokkrum krökkum sem eru líka að leika í Kardamombæinn. Sjáumst þá!